ætlum að halda áfram í tónlistinni hérna í föstudagsþættinum sem við tökum í pakkhúsinu í Innbænum á Akureyri og það stór viðburður framundan núna á morgun á Græna hattinum en þá ætlar hún Helena að halda upp á 60 ára söngafmæli. Velkomin til okkar Helena. Hvernig líst þér á þetta? 60 ára söngafmæli, Já, þetta svolítið ógnvænlegt. Ég held að þetta væri bara vitlaus reikningur. Nei, þetta náttúrulega kannski miðað við það í fyrsta skipti sem ég söng í útvarp. Já. 10 ára gömul. Já. Og þá byrjar söngferðin. Já. Þetta var ekki mín hugmynd. Rifjaðu það nú aðeins upp fyrir okkur. Hvernig kom það til að fórst 10 ára gömul að syngja í útvarpinu? Ég var að læra söng þegar ég var barn. Og söngkennarinn minn, eða það ég held að Pétur Pétursson útvarpsþulu var með svona skemmtun í leikhúskjallaranum í Reykjavík og þar kom ég fram á söng og þá í kjölfari held ég að vera ákveðið ég tæki þessi lög fyrir barnatíman. Ja. Og ég vissi það að þetta var eitthvað stað til í útvarpinu og svo var ég viðtalsþætti hjá Margrét Blöndal og sagði henni frá þessu og hún gróf þetta upp. Já. Og þetta var til í útvarpinu. Hvernig var að heyra þetta aftur? Það var bara alveg dásamlegt. Já. Og ég notaði þetta á tónleikunum mínum. Já, það? Já, þetta bara fyrsta lagið. Og þú notar þetta á morgun? Já. Já. En það nú seint að segja að þú hafi verið barnastjarna, þú hafi sungið hérna, eða hvað? Já, svo söng ég náttúrulega inn á plötu 12 ára gömul, jólasálmana. Já. Þannig að þú hefur orðið svona atvinnusöngkona. Ekki kannski, nei. Þannig, fengið nafn. Nei, ég bara kom fram á skemmtunum, þar sem að hún spilaði undir, söngkennarinn minn og Guðrún Pálsdóttir. Já. Og ég fór að koma fram svona barnung. Já. Hvenær byrjar svo ævintýrið það sem þú ferð að syngja hverja helgi nánast? Það nú langt þangað til, sko. Næsta ævintýri var bara, sko, þegar rockið kom til Íslands. Já. Þá var ég fengin til að syngja í Austurbæbíói. Já. Þá var fengin bresk hljómsveit til að, sko, leyfa Íslendingum að vita hvernig rock and roll var. Já. Og það voru haldnir tónleikar á vegum SBS í Austurbæbíói og ég var beðin að syngja fyrir hlé með hljómsveit Gunnars Ómsleff. Ég var bara 15 ára. Já. Ég sagði strax já. Og þetta var ótrúlegt ævintýri. Þegar þú fórst að syngja rock? Ég söng ekki rock. Nei. Ég söng bara svona þegar lög sem ég fannst falleg. Já. En svo eftir hlið þá kom rockið og þá var það allt villust. Já. Og þetta voru 11 sýningar. Já, það? Já, ungt fólk á Íslandi var bara þyrst í þetta. Og var þetta ekki stuðamarga, þessi rocktónlist eins og maður hefur allavega lesið sér til? Jú, sjálfsagt einhverja eldri. Já. Og svo byrjaru í hljómsveit. Svo fer ég að syngja 16 ára gömul dægulög og syngja á kvöldin. Já. Og í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Og þá byrjaru í þessum reglulegu söngskemmtunum. Já. Og varst ansi lengi í því? Já, mjög lengi. Já. Og manstu þegar þú fékkst viðnefnið Helena með stokkinn eða þegar stokkurinn var skýrir í höfuð á þér? Já, ég man það mjög vel. Helena stokkurinn? Já, hugsa sér. Segðu okkur frá þeim fyrir þá sem að... Einkennið þitt, lengi? Já, fólki finnst voða gaman að sjá þennan stokk. Þetta er frægur stokkur. Þetta er svona... Já, þetta er svona hrista og tré. Já. Sko, finnur maðurinn minn keypti þetta hérna í gamla daga bara í hljóðfæraverslinu Rín. Já. Og ég fór strax að ná takta og var alltaf með þetta. Já. Og svo man ég bara, ég stóð á gólfinu heim í stofu og var að horfa á einhvern þátt í sjónvarpinu þar sem voru stuðmenn og þá segir Egill Ólafsson, já, við köllum þetta nú alltaf Helenustokk. Já. Og ég bara man, ég horfði á sjónvarp og eldroðnaði hann. En svo bara festist þetta við mig. Já. Bara gaman. Já. Og lifir enn og það verður þá líka vantilega morgun að þú mæti með hann. Ég þarf alltaf að hafa hann með. Já, þetta er bara einkennið. Já. Og er þetta sá sami, er þetta nýr? Þetta er sá sami. Það er enda fór illa fyrir honum. Hann losnaði úr honum annar botnin öðru megin í Húsafelli. Vorum að spila í Húsafelli Verslamannahelgi. 20.000 manns. Já. Það var bara eina útihátíðan á Íslandi. Það var Húsafell. Það fóru allir þangað. Já. Og það hrundu þessi eirflögur sem í stokknum, hrundu niður gólfið. Já. Og honum var bara lagt þá. En svo tók hann Friðrik Bjarnason, málararmeistari, sem var í hljómsveit Ingimars Eydal, tók stokkinn og bara gerði hann upp fyrir mig.
Málaði hann eins og hann var og núna hann bara geymdur bara í bómull en alltaf notaður. Var þetta ekki svolítið mikil keyrsla á tímabili með þessar söngskemmtanir, voruð þið ekki að fara mikið út all land og út fyrir landi líka? Jú, hvort ekki. Var þetta alltaf gaman eða var þetta þreytandi líka? Þetta var alltaf gaman. Já, það? Þetta var líka þreytandi. Ég var náttúrulega að vinna með oftast nær. En þetta bara var svo gaman að skipta starfsvettvang og hitta strákana eins og ég segi, svona skemmtilega. Ég lagði ýmislegt á mig. Og gafst þér alltaf tími í það? Já. Gleðislegt. En hvað er lög á morgun? Er þetta all lög sem að fólk hægt að kannast við eða eitthvað? Það kannast allir við þessi lög, en ég fór svolítið ótrána slóðir. Ég ætla ekki að vera með þessi gömlu lög sem eru búin að heyrast gegnum tíðina. Nei. Ég valdi lög sem okkur fannst gaman að flytja á dansleikum. Já, uppáhaldslögin ykkar. Það má segja það. Þetta eru samt sem áður lög sem allir þekkja og okkur finnst svo gaman að flytja þetta að það bara smita sér út í salin. Og þú verður með stóra hljómsveit með þér á morgun eða ekki? Jú, við erum 10. Ég einhvern veginn, alltaf því held tónleika, þá virðist ég alltaf viða að mér svo mörgum. Líka vilja allir vera með. Og svo náttúrulega vinur minn, Þorvaldur Halldórsson. Ég held ég hef aldrei haldið tónleika á þess að hann hafi komið í sögu. Já, það? Nei. Hann verður með mér og við gerum ýmislegt skemmtilegt. Klukka er þetta morgun? Þetta er klukka 9. Já, það eru 2 aðri söngurar, Alfreð Almarsson, Grímur Sigursson og svo náttúrulega, eins og ég segi, Sunnan drengirnir, Sigur Flósason, Gunnar Gunnarsson, Jón Rapsson. Þeir koma morgun. Og svo rifjum við þetta upp þegar við gerðum þetta í haust og það var svo góð stemning að okkur langaði öll til að gera þetta aftur. Frábært. Yndislegt. Ekki missa þessu 60 ára söngferils ammæli. Svo verðum við, eftir viku verðum við á Hótel Sögu. Nú. Við gerðum það líka í haust. Og þá fór ég líka ekki trónaslóðir. Mér langaði að bjóða fólk eitthvað huggulegt, dúkuborð og þá hugsaði ég súlunasali þar sem fólk var alltaf að dansa. Af því að við erum með þannig prógram. Og það eins og var manni mælta bara var alveg tróðfullt og fólk hreinlega beið eftir að geta byrjað að dansa. Og það ball á eftir til klukkan 2. Og það var dásamlegt að sjá hvað fólki naut sín að dansa þessi gömlu lög. Þetta fullorðna fólk sem kemst ekkert í rauninni út að dansa í dag nema svo fá að staði. Þannig að þetta bara verður tónleikaröð pluss dansleikur. Já. Stanslaust partí. Stanslaust gaman, já. Takk fyrir komin og við hvetjum ykkur auðvitað öll hvort heldur sem er á Græna hattinum eða þá á Sögu. Já, og við ætlum að fá meiri tónlistirna eftir smá hlé. Þá kemur Snorri Eldjárn til okkar og tekur væntanlega allavega eitt lag.